Þá tekur næstu til máls 87. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Það hefur verið með ólíkindum að horfa upp á starfið í þinginu núna í gær og í dag. Þetta er svona eins og leikhús fáránleikans. Hér er málþóf og minnihluti stendur fyrir algjöru málþófi og við stöðvum alla umræðu atvinnuuppbyggingu í landinu, er á móti sjávarútveginum, reynir að berja hann niður við öll tækifæri og nú skal berja niður þá framtíð sem felst í nýtingu orkunnar. Virkjun endurnýtanlegrar orku er gull framtíðarinnar, tækifæri unga fólksins og gerir Ísland að einu eftirsóknarverðasta landi heimsins til fjárfestinga fyrir framtíðina. Og virðisauki orkunnar er auðvitað framtíð unga fólksins okkar. Og þessa umræðu kallar formaður þingflokks Samfylkingarinnar fánýta umræðu. Fánýtt umræðuefni. Þegar við tala framtíð unga fólksins í landinu og tækifærin sem virðisaukinn af raforkunni gefur okkur. Af endurnýtanlegri raforku sem allar þjóðir heimsins sækjast eftir. Ég held nú að hæstv. Þingmaður Helgi Gunnarsson ætti nú alveg að geta tekið þátt í þessari umræðu á þeim grundvelli að þetta mál er löngu komið inn í þingið, var eitt af helstu málum Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu kosningar að koma rammaáætlun í réttan kjöl, að stokka spilinu upp þar sem frá var horfið þegar að fyrrverandi ríkisstjórn breytti niðurstöðu rammaáætlunar sem að Sjálfstæðisflokkurinn var sammála. Og ég held að það ætti ekki að koma neinum hér í þessum sal á óvart að þetta mál yrði tekið inn í þingið fyrir þinglok. Og ég held að við ættum að reyna að temja okkur það að taka því með svona sæmilegri karlmennsku og reyna að vinna málið, ekki að vera með málþóf og stoppa alla vinnuna. Já, virðulegur forseti, ef frekja og yfirgangur og stífni og þvermóðska er karlmennska, þá er ég ekki alveg viss að ég vilji láta kenna mig við það hugtak. Já, virðulegi forseti, ég veit ekki nákvæmlega hvað hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis á við með það að ég taki stefnumótun Sjálfstæðisflokksins af karlmennsku. Ég átta mig ekki á því hvað hv. þingmaður á við og reyndar frádýði mér það að setja einhver viðbrögð við stefnumótun í einhver kynhlutverk persónulega. Herra forseti, ég kem hér upp í nafni karlmennskunnar. Þannig að í hverju stöndum við hér? Í fullkominni veruleikafirringu þegar eldar brenna á vinnumarkaði, þá stöndum við hér í einhverjum leik fyrir hv. þingmann Jón Gunnarsson. Til að hvað? Sýna einhverja karlmennsku? Virðulegi forseti, það eru án efa fáir alvöru karlmenn sem vilja kenna sig við þá karlmennsku sem kynnt var hér til sögunnar áðan. Hæstv. forseti, það er nú dapurlegt ef að karlmennskan er það að ana út í foraðið og sitja í pittinum og halda maður geti haldið áfram. Ég vil ekki kenna mig við þá karlmennsku. Ég vil bara segja það í þessu umræðu að ég bara vil fagna því að þetta fólk kom hérna og lýsti skoðunum sínum í þessum máli. Mér ber mikla virðingu fyrir skoðunum þeirra og það sýndi sig prúðmannlega framkomu hérna úti. Ég fór aðeins hérna út og hitti þau og talaði við þau og mér finnst þetta bara besta mál. Og það er auðvitað ljóst. Það verða engar framkvæmdir í landinu án þess að einhver sár verði eftir það. Við gerum okkur grein fyrir því. Og ég held að í raun séu við öllu þetta náttúruverndar. Það er þannig. En við þurfum auðvitað að finna þá mjúku línu hvar við ætlum að virkja og hvar ekki. Varðandi Skrokköldu þá er þetta nú á gróðurlausu svæði langt inn í óbyggðum og nánast öll framkvæmdin neðanjarðar og mun sjást afar lítið. Gangnamunninn er svona álíka mikið fenglegur og Hvalfjarðargöngin. Það er nú svona það sem sést og síðan kílómetrislangur skurður í fráveituskurður. Þannig að þetta er auðvitað dæmi framkvæmd sem er ekki að skaða mjög mikið. En alla framkvæmdir skilja til þess að það er ljóst. Virðulegi forseti, ef hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis telur þessa málsmeðferð vera mjúkar línur, þá veit ég ekki hvað myndi kalla harðar.
Og sömuleiðis, ef þetta á að heita náttúruverndarsinna, þá velti ég fyrir mér hvað er stóriðjusinna. En mér langar líka til þess að minnast á það að hérna árið 2010 skrifaði Andri Snær Magnason, sá ágæti rithöfundur, ættjarðarvinur og náttúruunnandi, grein á heimasíðuna sína sem hét Í landi hinna klikkuðu karlmanna, þar sem hann fór í gegnum þessa virkjana geðveiki sem að enginn Ísland. Mér líður svolítið eins og ég sé akkurat staddur í þessu landi núna, landi hinna klikkuðu karlmanna. Virðulegur forseti, við heyrðum hér áðan rökstuðning hv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar fyrir Skrokköldu sem eru eftirfarandi. Þetta er eiginlega í miðjunni á hvergi og það er eiginlega ekkert gras þarna og gangnamurnin verður svona eins og Hvalfjarðargöngin. Og er þá liggur þá fyrir hið faglega mat meirihluta atvinnuveganefndar í þessu máli þegar kemur á Skrokköldu. Þetta er faglega matið sem að ákvörðunartakan hér hvílir á. Þú skaltu koma hingað í ræðu, hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson, og útskýra málið betur. Að koma hingað upp og halda þig fram að þú sért einhver náttúruverndarsinni er náttúrulega þvílíkt öfugmæli að ég hef aldrei heyrt annað eins. Hvað ætlarðu að segja næst? Þú sért fordómalaus mannvinur, femínisti, ef þið vill. Kanntu annan? Forseti getur nú ljóstrað því upp að það var nú ætlun hans að fara að fresta þessari umræðu en hv. þingmenn höfðu svo margir beðið orðið fundarstjórn forseta að hann kaus nú að láta það ekki líta sem svo út að karlmennsku hans væri brugðið og hann þyrfti ekki að taka á við þessa umræðu fundarstjórn forseta. En